Fréttir af mörg hundruð milljarða króna tapi lífeyrissjóðanna síðustu ár hafa ekki farið vel í landsmenn. Einkum þegar þær fléttast saman við leyndardómsfullar boðsferðir starfsmannasjóðanna á vegum fyrirtækja sem vantaði fjármagn og himinhá laun þeirra sem sýsluðu með féð. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga töpuðu mestu í krónum talið meira en 100 milljörðum króna. Úttektarnefndin setur spurningamerki við ýmsar fjárfestingar sjóðanna fyrir hrun og segir margt benda til þess að tapið hefði mátt verða minna hefðu stjórnendurnir gætt að sér. Við ræðum við framkvæmdastjóra LSR og LH hér rétt á eftir. Haukur, velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Kemur fram í þessari skýrslu að heildartap lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga sé rúmir 100 milljarðar króna. Árið 2009 varst þú sjálfur með 18,3 milljónir í laun. Þegar ljóst að sjóðurinn hefur tapað svona miklu fé og svona margt í fjárfestingastefnu gagnrýnt. Þá ekki eðlilegt að framkvæmdastjóri víki? Þarna varðandi launamálin að þá það þannig að það hefur allar upplýsingar þau gefnar í áskýrslum sjóðsins núna í mörg ár. Þannig að öðru leyti vil ég kannski sem minnst ræða launin en varðandi það hvort að eðlilegt að framkvæmdastjórinn víki að þá vil ég nú segja það að það ekkert í skýrslunni sem að gefur tilefni til þess að ég segja að mér. Það ekkert sem kemur þar fram sem að ekki hefur verið vitað áður og ekki hefur verið gerð bara ítarlega grein fyrir í þarna á okkar vegum, í starfseminni og í áskýrslu sjóðsins. Nú, það er nú einu sinni þannig að við erum að glíma við afleiðingar falls heils fjármálakerfis og við erum að glíma við afleiðingar af alvarlegri, alþjóðlegri efnahagskreppu. Og mitt hlutverk að reyna að takmarka tjónið og byggja upp að nýju og það ætla ég að gera. En það hefur líka verið talað um það og talað um það í skýrslunni reyndar að þrátt fyrir efnahagshrunið þá hafið þið ekki sýnt nægjanlega varfærni eins og lögum starfsemi sjóðanna gera ráð fyrir. Meginniðurstaðan að dómi úttektarnefndarinnar er fallbankana en þeir benda hins vegar á að það sé ýmislegt sem að megi skoða og það munum við vissulega gera. Er það ekki til dæmis eins og fjárfestingarstefnan sem var viðhöfð hérna, áhættusækni, til dæmis það að þið hafi verið tekið of miklar áhættur tengdar ákveðnum viðskiptasamsteypum. Ég leyfi mér að segja einkennilegar fjárfestingar tvær sem listaðar eru upp til dæmis þarna sem að sannarlega þú og forstöðumaður eignastýringar berið ábyrgð á. Er þetta ekki atriði sem að þið verðið að hafa í huga líka í þessari gagnrýni? Það er allt í þessari gagnrýni sem við taka til greina. En ef við skoðum þetta sérstaklega að viðskipti okkar sem að tengjast þessum tveimur samsteypum sem að rætt í skýrslunni að þá er þetta annars vegar félög sem eru tengd Exista og hins vegar félög sem eru tengd Baugi. Menn getur svona velt í fyrir sér hvort að þetta hafi verið of stórt hlutfall í eignasafninu en höfum það í huga að þessi félög voru bara fyrirferðarmikil á íslensku hlutabréfamarkaði og fyrirferðarmikil í útgáfu og skuldabréfum og lögin lífeyrissjóði að þau gera ráð fyrir því að lífeyrissjóðirnir að þeir fjárfesti fyrst og fremst í skráðum bréfum og þess vegna var það kannski eðlilegt að sjóðirnir voru að fjárfesta í þessum bréfum en ég vil ítreka það og undirstrika það að þarna voru menn í öllum tilvikum langt innan við þau mörk sem að lífeyrissjóðum er markað í þeirri löggjöf sem gildir þá. Það talað um það í þessari skýrslu að 2 ára raunávöxtun, mjög góð, árunum 2005 og 2006 hafi þurrkast algjörlega út á hrunsárinu og árið eftir hafi 5 ára raunávöxtun sjóðsins, það árinu 2009, verið orðin neikvæð. Þýðir það ekki bara einfaldlega að það hefði alveg eins verið gott að hafa skrifstofur LSR lokaðar í nokkur ár og fá sömu niðurstöðu eins og hefði komist og sleppa því að borga meðal annars þér þessi háu laun sem þú hefur verið? Ef þú tekur þetta hrunárið inn í svona meðaldöl þá verður þau alltaf slæm. Þá erum við að takast á við afleiðingar meðal annars af gjörðum ykkar og ykkar fjárfestingastefnu og fjárfestingar meðal annars á árinu 2008 þar sem að var farið meðal annars út í fjárfestingar í Glitni sem eru gagnrýndar mikið upp á 3 milljarða króna sem töpuðust allar. Það var ekki rætt í stjórn og virðist ekki hafa verið lagt mikið mat á það með þau gögn sem að nefndin fékk. Þetta er tap sem þú berð ábyrgð á, það ekki? Það er þannig hjá okkur í okkar þarna starfsreglum
að stjórnin hefur mótað ákveðnar reglur það að við erum með fjárfestingaráð sem samansett af framkvæmdastjóra, forstöðumanni eignastýringar og nokkrum stjórnarmönnum. Þetta fjárfestingaráð það hittist vikulega á milli stjórnarfunda og þessi tilteknu skuldabréfakaup af Glitni sem þú ræðir að þau voru ítarlega rædd í fjárfestingaráði og síðan í framhaldi af því að þá þessi skuldabréf keypt og farið síðan yfir það á næsta stjórnarfundi eftir. Þannig að þetta var öllu leyti innan þeirra verklagsreglna sem að við höfum tæmið okkur. Nefndin hins vegar, úttektarnefndin, hún gerir athugasemdir við það að það sé ekki nægilega skýr mörk á milli þess hjá okkur í okkar verklagsreglum hvenær eigi að leggja mál fyrir stjórn og hvenær eigi að taka ákvörðun það í fjárfestingaráðinu hjá okkur og hvenær eigi að taka ákvörðun það hjá okkur starfsmönnum. Hún gagnrýnir líka það að það hafi ekki legið fyrir nægilegt mat á þessari fjárfestingu sem svo seinna kom í ljós að virðist hafa verið hálfgert bull. Nei, hún þarna gagnrýnir það að það sé ekki nægilega ítarlega bókaður rökstuðningu fyrir þessari tilteknu. Í ljósi þess hversu sérstök þessi fjárfesting var, sem við getum báðir verið sammála var það ekki? Þannig voru gríðarlega háir vextir og sérstakir skilmálar sem að... Það var ekkert sérstakt við fjárfestinguna. Af hverju gagnrýna þeir það þá í nefndinni? Við erum bara ekki sammála því. En í ljósi þess sem seinna hefur gerst, þá þarf nú vantarlega ekkert að debatera það að þetta var vonlaus fjárfesting. Já, sko, fjárfestingin, þetta voru víkjandi skuldabréf á Glitni banka. Víkjandi skuldabréf eru þannig að þau liggja mitt í kröfuhafröð á milli þarna hlutabréfa. Og eru ólögleg fyrir einhverja versli, það segir nefndin. Nei. Áður en að þessi fjárfesting var gerð, að þá lá fyrir þarna álit lögfræðinga að það væri ekkert að hún væri alveg þarna eðlileg og heimil samkvæmt lögunum. Það lá fyrir álit endurskoðanda sem töldu það eðlilegt að í hlutabréfasafni í þarna verðbréfasafni lífeyrissjóða að þetta væri flokkað sem skuldabréf. Það lá líka fyrir svona forathugun fjármálaeftirlitsins á þessum tilteknu gjörningum. Þannig að þetta rangt mat hjá nefndinni? Það kemur ekki fram hjá nefndinni að bréfið hafi verið ólöglegt. Þeir eru með svona efasemdir lögmætið eða efasemdir það að þessi tilteknu gjörningar að þeir falli innan þarna rammalagana. Þannig að þeir efast að þetta sé löglegt, við erum ekki að diskutera það. FL Group, þið seljiði FL Group á tilteknu tímabili, mánuði seinna kaupið aftur og tapið á fyrstu dögunum, kaupið fyrir rúman milljarð og tapið 250 milljónum fyrstu vikuna eftir kaupin. Þetta hljómar ekkert sérstaklega traustvekjandi. FL Group var þarna fyrirtæki, skráð á markaði og við höfum yfirleitt ekki verið að líta svo á að þegar að hlutabréf lækka tímabundið á markaði að þá sé það tap og ekki heldur ef þau hækka tímabundið á markaði. Þið voru nýbúnir að selja? Þið voru nýbúnir að selja bréf í FL Group, mánuði áður? Við höfum verið mjög virkir á hlutabréfamarkaði og þegar að ýmist hefur verið að selja eða kaupa bréf. En gerið það ekki samt eftir einhverju reglu, því þetta virkar nú ekki mjög traustvekjandi. Selja, mánuði seinna að kaupa. Þú getur fundið mjög mörg dæmi það í okkar hlutabréfaviðskiptum sem að, og ég sagði þér áðan hvað árangur hefði verið að þeim frá 2001 til 2008, þar sem menn hefði verið að selja og kaupa í sama mánuði og þar sem menn eru þá leitast við að hagnast á slíkum viðskiptum. Það kom fram í svari á Alþingi að þið hefðu 30 boðsferðir hefðu verið þegnar af ykkur og farnar af starfsmönnum LSR frá 2004 til 2008. 6 núverandi og fyrrverandi starfsmenn við eignastýringu hjá sjóðnum hefðu farið. Er þetta ekki brot á þessum starfsreglum sem vitnað í skýrslunni hafi verið sett árið 2002? Það er ekki rétt. Þú kemur nokkur ítarlegar upplýsingar það sem þú kallar boðsferðir, en segir svo að við höfum ekki upplýst þær. Það sem við höfum gert það að við svöruðum fyrirspurn sem kom frá þinginu til fjármálaráðherra, þannig að við svörum fjármálaráðherra því og hann svaraði því aftur síðan inn í þingið og það svar liggur fyrir á vef Alþingis. Þannig að við upplýstum það nákvæmlega að fyrsta lagi að það er stefna LSR að þiggja ekki boðsferðir. Það er stefnan að þiggja ekki boðsferðir. Hins vegar hefur það verið þannig að þegar að
fyrirtæki að kynna sína starfsemi, að þá alltaf matsatriði á fyrirtækið að standa straum af þeirri kynningu eða á að borga það af sjóðfélagi í lífeyrissjóðnum. Við höfum reyndar ekki að mata það hverju sinni og í þessum tilvikum sem voru þarna tilgreind þarna að þá hefur verið litið svo á að það væri eðlilegra að fyrirtæki sem að kynna sína starfsemi að það stæði bara straum af þeirri kynningu. Starfsmennir sem fóru þessar ferðir, þeir voru ekki að þiggja neitt boð. Það meginatriði, þess vegna engar boðsferðir. Þeir voru að fara í vinnuferð og það engra fjárhagslega hagsmuna af því hvort að fyrirtæki sem að kynna starfsemina borgar þetta eða hvort að lífeyrissjóðurinn borgar þetta. Ætlar að segja mér það að þú túlkir það þannig að þeir séu ekki í boðsferð þegar þeir fara á vegum banka sem hefur mikla hagsmuni af því að nálgast fé í lífeyrissjóðnum, að þið lítið ekki á það sem boðsferð ef að bankinn býður starfsmönnum lífeyrissjóðsins út? Nei, við lítum ekki á það sem boðsferð. Jafnvel þó bankinn borgi? Ef við erum að tala um boðsferð, hver þiggur þá boðið? Starfsmenn lífeyrissjóðsins. Er það starfsmaðurinn sem er sendur í þessa vinnuferð, er hann þá orðinn sá sem að þiggja boðið? Það sem að kannski skiptir mestu máli að við höfum bara tekið þetta til endurskoðunar núna, við höfum sett okkur nýjar reglur sem eru þannig að framvegis mun sjóðurinn borga kostnað við slíkar ferðir. En árið 2002 voru settar starfsreglur, þar segir að starfsmenn eigi almennt ekki að þiggja gjafir eða boðsferðir. Já, enda er ég að segja það. Starfsmenn voru ekki að þiggja neina boðsferðir. Þið túlkuðu bara regluna þannig að þó að starfsmenn væri að fara í einhverja ferð, þá var það ekki endilega boðsferð. Ef að ég sem framkvæmdastjóri sjóðsins kem inn á þarna eignastýringunni á mér og segi þar við starfsmann, núna er þetta fyrirtæki, það var að kaupa starfsstöð erlendis, það getur verið verksmiðja, það getur verið þarna verðbréfafyrirtæki eða hvað er. Getur þú ekki farið og skoða þetta og skila til mig skýrslu þegar þú kemur tilbaka? Er starfsmann að fara í boðsferð? Já. Ég segi nei, hann var að fara í vinnuferð, en ef í öllu falli, ef við notum þína skilgreiningu og köllum þetta boðsferð, þá skulum við allavega ekki segja það að starfsmaðurinn sem var sendur í þessa ferð, að hann hefði verið að þiggja boðsferð. Hvað með þessa ferð sem var farin í september 2008? Hún hlýtur að vekja upp spurningar slíka ferðir þegar að fljótlega eftir er skipt á bréfum í banka og tekin bréf í fyrirtækinu sem að greiddi þá ferð. Ferðin þarna í þessu tilviki skiptir engu máli. Það sem skiptir mestu máli varðandi þá ferð er það að það stendur í skýrslu úttektarnefndarinnar, þeir fjalla þessu tilteknu viðskipti. Viðskiptin voru þess eðlis að seint í september 2008 skömmu fyrir hrun stóru bankana að þá áttu við viðskipti sem voru þannig að við seldum, eða ekki, við seldum kannski ekki, það var að við skiptum á bréfum þannig að við létum frá okkur bréf í Kaupþingi, Glitni og þarna Landsbankanum og tókum í staðinn bréf í Straumi fyrir 800 milljónir. Það segir í skýrslu úttektarnefndar að með þessu höfum við bjargað fjármunum frá meira tjóni vegna fjármálahraunsins og það megin niðurstaðan. Skiptir ekki máli samt eftirlitsnefndin og formaður eftirlitsnefndarinnar hefur sjálfur sagt að þetta hafi verið óeðlilegt að þiggja þessa boðsferð, sérstaklega þegar horft til þess að þið hafið svo farið í þennan gjörning. Var þetta ekki óheppilegt? Það er ekkert í skýrslunni sem segir það að þetta hefur óeðlilegt. Nei, hann sagði það eins og er í viðtali í Kastljósinu á föstudaginn þegar hann var spurður út í þetta. Var þetta ekki óeðlilegt? Hann verður að svara fyrir það. Nei, þú verður að svara fyrir það sem framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins. Var ekki óeðlilegt af ykkur og er ekki hægt að efast það að það hafi verið tekin eðlileg, að þarna hafi verið farið út í eðlilega fjárfestingu og þetta hafi verið eðlilegur fjármálagjörningur þegar þið voru nýbúin að þiggja þessa boðsferð frá þessum mönnum? Já, þú vilt nota þetta orðalega þiggja boðsferð en við erum búin að fara í gegnum það að ég er ekki sammálaður þar. Sem er meginatriði í þessu og ferðin skiptir engu máli að í september 2008 að þá eigum við þarna viðskipti sem að bjarga fyrir horn og nokkur 100 milljónum sem allir hefði lent í hruninu vegna þess að takta eftir því. Skömmu eftir að þessi viðskipti átti sér stað þá féllu þessi 3 viðskiptabankar, Straumur lifði áfram, áður en að Straumur síðan féll einhverju hálfu ári seinna að þá vorum við búin að selja stóran hluta af þessum bréfum. Þannig að þessi viðskipti sem að þú vilt endilega gera tortryggileg, að þau björguðu þarna nokkur 100 milljónum
og nefndin tekur það inn sem dæmi góð viðskipti sem hafi lágmarkað tjónið að þessu leyti. Takk fyrir komuna í Kastljós.